Við sitjum hérna eftir bræðurnir, Sigurjón. Þetta var áhugavert spjall. Já. Hvað hálfleikarnir? Já, ég held að við farið bara yfir alla flokkana og það sé kannski ekkert mikið við að bæta. Við myndum nokkra ríkisstjórnir líka. Já. Og við töluðum það að vinstri þyrfti að fara í einhverja starttólur að endurskoða sig. Og sömuleyti getum við sagt að samstöðin sá vettvangur að þú hefur orður til alls fyrst og ég held að við höfum verið að reyna að draga í gegn svona einhvers mendumatumræðunar og fleira sem hér. Þetta minni mig á tímabil sem að var svona upp úr 1990 þegar var svona ljóst eða var mikill vilji inn í Alþýðuflokknum og Alþýðubandalaginu að búa til einhvers svona aðra útgáfu og sömuleyti var þetta uppgjöf gagnvart í frjálsökinni, svona þriðja leiðin og eitthvað fleira, en það var til nýr vettlingur var það uppnefnt í borgarstjórninni, nýr vettvangur. Þeir fór þar fyrir nýjum vettvangi svo hét, en alltaf kallað nýr vettlingur. Já, og þá var það Alþýðuflokkurinn sem að gaf eftir sitt framboð í þessu, en ekki Alþýðubandalagið ef ég man þetta rétt. Og þetta var að sömuleyti var þetta forveri að Reykjavíkurlistanum og svona þeirri deglu sem að var á sveitastjórnarstiginu þar sem að verður til alls konar, ég manna það ekki Álftaneslistinn og Garðabæjarlistinn og sem að ég held að Samfylkingin upplifir sig núna að vera orðin svo stóra og hún vill ekki lengur ætla að fara í framboð til dæmis í Garðabæ og eitthvað fleira. En þetta var svona degla sem að var og það sem að eru vinstri eitthvað leiti á tímamótum og ég man að kannski má rekja upphafið af VG til fundaraða sem að Ögmundur Jónasson stóð fyrir. Hann held ég svona 30 ára afmælisfund í fyrra eða hvað það var fyrra þessu ári niður í Hótel Borg, þar sem að vera að rifja þetta upp, þar sem að svona kalla saman fólk úr ýmsum flokkum og utan flokka til þess að svona fara að ræða sig inn á það hvernig ætti hreyfingin að vera og fyrir hvað það berjast. Ég held að vinstrið, það sem er vinstra megin við Samfylkinguna, sé í einhvern veginn í þessari stöðu í dag. Já, og þá fá Ögmund til að vera fundarstjóri. Stýra fundum. Já, við skulum heyra kannski í honum. Hann skrifaði eitthvað fyrir kosningarnar. En það voru margir það stemdi allt í það að VG myndi ekki ná hann á þing og mér fannst það skrítið að svona í lokin að þá kom svona hvatning hérna og þaðan að kjósa VG eins og að það væri til að bjarga þeim? Nei, ég held ég enginn hafi trú á því heldur var þetta svona hugmyndum að við getum svona kastað atkvæði okkar eins og kransi og Já, ég átti við það. Lína sásökan, getur svo það. Já, ég hafi það sem að skipisök. Það hefði náttúrulega verið miklu betra að þessi atkvæði bara farið yfir á sósíalistana og að vinstri sósíalistar hefðu átt fulltrúa á þingi. Já. En það er ekki megin ástæðan fyrir því að sósíalistar er ekki á þingi. Ég held að það sé þetta með þennan þröskuld, þetta er erfitt að glíma við þetta. Já. Og að í öllum Norðurlöndunum væri við með 2 menn á þingi. Já. Og líka í Færeyjum og Grænlandi, það er þetta fámennari þing en þú veist, miðað við íslenska það var með 2. Já. Ég er sammálaður, þetta er svolítið mikið til að komast yfir og síðustu daga, því ég kom nú oft dagana fyrir kosningar, að það var í húsinu fullt af sjálfboðaliðum, allir að gera sitt besta og lág vel á öllum, þannig að ég var bara mátalega bjartsýnn. Já, en það bættu við aðeins við okkur í Reykjavík, ekkert umtalsvert en samt eitthvað. Og við erum eiginlega bara á sama stað að við erum áður, þannig að við höldum bara okkar þríkibýsti við. Og ræðum okkar mál og eitthvað fleira en við erum bara með óbreytta stöðu þannig að við munum halda áfram að reyna að byggja upp þessa hreyfingu að vinna í verkefnishreyfingu. Við erum ennþá með 2 borgarfulltrúa og með ágæti stöðu þar það hafa verið mælingar á fylgi flokkana og við mælumst stærri heldur en ég man ekki hvort að VG er inni í þeim mælingum við erum stærri en Píratarnir í könnunum, þeir eru reynda með 3 þingmenn borgarfulltrúa og þeir eiga 1 borgarfulltrúa líka í Kópavogi, eða bæjarfulltrúa. En þeir eiga enga þingmann núna og eru að fá miklu minni styrk og stuðning frá hinu opinbera.
Þannig að kannski nú fyrir Sanna náttúrulega bara í borgina og vinnur þar, kannski fyrir hún að vinna að því að búa til einhverjar brýr þarna á milli. Já. Líf Magnuðdóttir er borgarfulltrúi Vafki og bara einn þar og svo var Stefán Pálsson er varafulltrúi. Kolbrún borgarfulltrúi fólksins, hún er orðið þingmaður. Já. Þannig að þar kemur, ég man ekki hvað kemur þar inn í staðinn. Nei, ég man það ekki, en ég er að segja að hún hvort hún segja af sér sem borgarfulltrúi eða ekki, veit ég ekki það er nú að spyrja hana því. Samkvæmt nýjastu mælingunni að þá eru Pírata með 8% í borginni og fengið missa eitt þingmann, en sósíalistar er með 10,4. Þannig að þó svo að sósíalistar hafi ekki náðinn á þinga, þá held ég að sé sósíalistar er sá flokkur sem að nýtur mest fylgis að þessu þremur. Já, það er klálega. Kemur út úr Kjörgvarsson og það held ég að sé merka vinna að reyna að átta sig á því hvernig á að bjóða fram í þessu kosningakerfi sem að er og ég held að það verði svona, kannski heldur fólk bara jólin og svo verður myndur ríkisstjórn og svo en ég held að menn ætti að fara í þetta strax eftir áramót, en við munum örgulega að nota tilefni til þess að ræða framtíð vinstirsins við Rauðabrauð og köllum bara til alla góða menn að taka þátt í þessu umræðu og konur og við munum halda áfram vinna á samstöðinni, hún hefur styrst mikið og elfst og við munum halda því áfram. Já, er það ekki? Það er mikil pólitísk umræða hérna. Já. Og það til dæmis eins og þegar við vorum með þáttinn áðan, þá voru fóringjarnir líka á ríkisjórninu, en kostur við samstöðinu sá að það kemur okkur eiginlega ekkert við, því þetta er bara sýnt aftur og fólk getur fundið þetta og hlustað eins og vill og hort. Já, við finnum það vel að það er mikil hlustun. Og það er bæði í svona frumflutningi, en við erum á YouTube og Facebook og við erum í hlaðarsveitunum, við erum í útvarpinu og við erum í sjónvarpinu og þannig að hægt og bítandi byggist mjög mikil hlustun á hérna? Já. Með því að fólk hafi frjálsan aðgang að efninu. Já. Herðu, en við höldum áfram í næstu viku að fjalla pólitík, það er gerbreytt landslag á þinginu. Það heldur við. Nú eru bara 6 flokkar á þingi. Já. Og það er Þurfum að fara að læra nýjum nöfn. Já, svona 3-4 ríkisstjórnir sem eru mögulegar. Þú þurfum að fara að tala við nýja þingmenn líka. Já. Við finnum það ekki snuðut. Já, setjum snuður og eftir og skipuleggja vikuna. Gjör það. Og hvetjum ykkur áhorfendur til þess að fylgjast með dagskránni sem að verður á samstöðinni núna í kjölfarið á þessu kosningum. Við ætlum að reyna að draga inn í gegnum okkur öfluga pólitíska umræðu, ekki síst svona endurmat vinstrinsins á sinni stöðu. Hvet ykkur til þess að fylgjast með því. En ég þakka öllum gestum sem hafa hingað komið og Sigrúni fyrir að vera með mér í þessu þætti og Laufey fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafi breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum og minni á að þið byggið raunverulega upp dreifikjöru bara með að segja vinum og vandamennum frá efni sem að hér er sem ykkur líkar, benda á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu og það má líka sækja þær útasendingar á spilaran, spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar eru nú með 5 fjarstýringur í kannski ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni, samfélagsumræðu, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hér í Sonum Egils, líka á Rauðaborðinu og í öðrum þáttum samstöðurinnar. En samstöðin er drifin áfram að þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem að hafa gerst áskrifendur. Þá leggur hver lítið til og saman verður eitthvað afl sem að við getum notað til þess að byggja upp umræðu, vettvang og fjölmiðil. Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá getur þú farið inn á samstöðin.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.500 krónur á mánuði. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er nóg í bili, ég óska ykkur
bara góðra helgar þar sem eftir er afinni og góðan svefn því sem hafa verið að vaka eftir úrslitum. Síðustu tölunar komu frá suðvestri í hádeginu, daginn eftir að var kosið. Þetta er með ólíkindum. En þannig er það. Ef við sjáumst aftur hérna á morgun klukkan 8 þá byrjar rauðaborðið. Fyrsti þáttur rauðaborðsins eftir kosningar.